Góðan daginn. Áður en ég byrja, þá vil ég láta vita að þú heyrir einhver hávær hljóð eða eitthvað þvílíkt. Þá það því að ég er nýbúin að flytja og ég bý núna nánast beint fyrir utan lestarstöð. Það geta verið pínu háværar. En ég var að lesa Sölku seinni hlutan. Það er Fuglinn í fjörunni minni mig. Mér fannst þessi bók pínu einhæf. Það er alveg góðum part af bókinni, það var nánast bara að tala pólitíkina og það sem var verið að gera í bænum. Og þetta voru, ég held einhverja 40-50 blaðsíður. En það er samt alveg dálítið mikið þegar þú ert að lesa 200 blaðsíðna bók, það er alveg 1/4 af bókinni. Mögulega meira samt, ég man það ekki alveg, ég man bara með littispínu annað á einhverjum kafla. En hún varð góð leið og við fórum að tala meira persónulega lífið þeirra. Það var þetta miklu skárra. Fyrir mig, þetta var ekki alveg minn stíl. Já, mér fannst Arnaldur líka pínu asni. Ég veit ekki, það gæti alveg vel verið að þetta hafi bara verið eitthvað öðru í þessu á þessum tíma. En ég finnst ekki eðlilegt að vera að halda fram hjá kærustunni þinni sem að, ég er ekki viss ég veit ekki hvort þetta var alveg 100% satt, en þau áttu að hafa verið trúlofuð og hann sefur hjá næstum því 16 ára stelpu. Mér finnst það mjög spes. Og þetta er náttúrulega fyrsta ástin hennar Sölku, þannig að hann kannski horfið fram hjá þessu þegar hann ætti ekki að gera það. Og þetta er bara eitthvað sem maður gerir í fyrsta sambandinu ofta. Maður horfir kannski fram hjá hlutum sem maður ætti að gera og horfa fram hjá og maður leyfir því að ganga aðeins svo langt. Hún er náttúrulega enda með honum eftir þetta. Mér finnst það mjög spes, já. En maður finnur fyrir ástinni sem er hann á milli þeirra. Ég skil þetta. Þetta var svona í fyrsta sambandinu mínu líka. Ég hefði átt að fara miklu fyrir það því að hann var að gera fáránlega hluti. En ekki svona slæmt, hann var ekki að halda framhjá, en hann var samt aðra hætti að svíkja mann. Maður var hann samt allt lengi. Og ég held að Salka sé pínu að gera það sama. Hún var hann eiginlega allt lengi. Þetta hefði átt að enda fyrr að mínum mati. Það er gott að sambandi endaði tæknilega séð vel. Þau eru ekki að fara að horfa á þetta sem leiðilegan part í lífinu sínu. Já, ég veit ekki. Þau skildust á góðan hátt. Ef þau myndu hittast aftur seinna, þá myndi það alveg vera ánægð. Þau verða alveg spennt að hitta hvort annað. Myndi ég halda allavega, af því að það var mjög falleg kveðja hjá þeim. Já, það er svona kaflabroti, en þetta hefur mjög lítið með Arnald að gera. Eiginlega bara nákvæmlega ekkert. Þetta er bara, mér fannst Salka svo frábær. Steinþór var ennþá að reyna að kvæðinast henni, fá hana til þess að flytja inn til sín og svona. Og hann var að tala niður til Arnalds, sem í guðana bænum aldrei gera það þú ert að reyna að fá okkur í þinn liðmaður. Þú talar ekki niður til manneskjunnar sem þau elska. Það hjálpar aldrei. En, já, svo tekur hann í vöruna. Og henni finnst það ógeðslegt. Og þá segir hann þetta. Sjá til þín, sagði hún, að vera að taka þennan andskota í kjaftinn. Ég er sjálfur borgunamaður fyrir mínu tóbaki, sagði hann, því að hann var enn ekki orðinn svo gróinn í auðnum að hann hefði með öllu lagt niður mont fátæklingsins. Jæja, sagði hún, en það hrífur mig bara ekkert. Ég met menn alls ekki eftir hvort það geti borgað fyrir tóbaki sitt eða ekki. Ég hef nefnilega sjálf geta borgað fyrir mig og mitt tóbak fram að þessu, svo þú þarft ekki að bjóða mér í Bogsins húsið þess vegna. Ég er ekki til sölu. Ég skal hætta að taka upp í mig ef þú vilt, sagði hann barnalega, tók aftur út úr sér töluna og fleygði hann út gluggann. Ég skal haga mér alveg eins og þú vilt, bara að þú munir að Bogsins húsið bíður eftir okkur. Þú getur reynt að bera mér hræið inn í Bogsins húsið, sagði hún, en lifandi fer ég þangað aldrei. Mér fannst þetta mjög gott kaflabrot. Sérstaklega þarna í endan, lifandi fer ég þangað aldrei.
Salka bara síðan við hittum hana í fyrstu bókinni. Það var alltaf verið svo ógeðslega sterk. Hún stóð alltaf fyrir sínu, meira að segja að allir voru að segja henni að hún væri að haga sér fáránlega og hún ætti að vera aðeins kvenlegri og sætari og byrja við fólk og hún verið svo ógustis og eitthvað svona. Hún stóð alltaf fyrir sínu. Hún lét aldrei ganga yfir sig. Og hún vissi alltaf hvað hún vildi. Hún var aldrei eitthvað svona, að efast eða eitthvað þvílíkt allan að, ekki að einhver stóru leyti, bara að einhverju eðlilegu leyti. Og meira að segja nú í dag, þá mjög mikið af stelpum sem að kunna ekki að gera þetta þótt að sé meira verið að reyna að ýta undir þetta hjá stúlkum í dag. Og það er svo magnað að sjá karakter sem að hann skrifað, þetta góðu karakter. Manni á að líka vel við hana. Hún samt skrifuð á hátt sem mann einhverju myndi ekki ímynda sér að einhver myndi skrifa karakter á þessum tíma. Og þrátt fyrir allt sem allir sögðu hana og fortíðina hennar með Steinþór og eitthvað svona, þá létu hún aldrei breyta skoðunum sínum og hún fór aldrei til hans, allavega ekki svo vitum til. Og ég að vona að það hafi aldrei gerst. Arnaldur náttúrulega fer á endanum, þannig að við vitum ekkert hvort hún fara til Steinþórs. Það er hægt að vona. En endurinn var mjög góður. Þetta var náttúrulega ekki teknilega séð góður endir. En þetta var góður endir svona sögulega séð. Þessu bara stundum eru bækur ekki jafn góðar ef að þær enda eins og maður vill þær endi. Maður vill náttúrulega alltaf að allt gerist vel, maður vill alltaf að allt gangi vel hjá uppáhaldskarakterinu sínum og svona. En stundum bara virkar það ekki, stundum það ekki það sem þú þarft til þess að skrifa góða bók. Stundum þarf endurinn að vera sorgmætur og hann þarf að enda á sem að mann líkar kannski illa. Af því að það bara það sem meikar, ensku slettina, en meikar meira sens. Þannig já, mér fannst þetta mjög góður endir. Mér fannst það passa mjög vel inn í alla söguna og allt sem hafði gerst. Mér finnst Arnaldur enda á asni. En ég skil af hverju Salka elskaði hann. Þannig að ég afsaka hegðun hennar. Já, mjög góð bók, svona heilt yfir, en hefði mátt blanda pólitíkinni og persónulegu lífunum aðeins meira saman. Fyrir að hafa svona stóran kafla sem að var bara að tala pólitíkinu og svo farið aftur inn í persónulegu lífun. Já, annars mjög góð bók. Takk fyrir að hlusta og eða góðan dag.